Já, takk fyrir það. Mér langar til að byrja að segja að það búið að vera óskaplega gaman að hlusta hérna á þessi erindi hérna. Ég bara held ég ennþá trúaðri á einkaframtakið og frumkvöðla heldur en ég venjulega og þó gengur vinnudagur minn gjarnan út á að hafa trú á því. Við segjum ofta að félag atvinnurekenda sé kostur áskorendana á markaði, minni og meðalskora fyrirtækja, þeirra sem að sækja á brattan. 2 af fyrirtækjunum sem að töluðu hérna áðan eru félagsmenn hjá okkur, hin 2 eru með númerið mitt. Baráttan fyrir frjálsari viðskiptum og betra samkeppnisumhverfi, hún gengur alveg eins og rauður þráður í gegnum allt starf félagsatvinnurekenda. Jafnvel þó að það standi ekki samkeppni á málinu, þá gengur það nú iðulega út af það, eins og til dæmis í tollamálum, opinberum innkaupum, regluverki atvinnulífsins og opinberum umsvifum í atvinnulífinu sem eru nú hérna. Þetta allt saman mál sem við erum svona að rótast í. Ég held að sé óhætt að segja að okkar félagsmenn hafa mismunandi skoðanir á starfsemi samkeppniseftirlitsins. Við höfum samt kannski þá sérstöðu meðal svona samtaka atvinnurekenda að vera heldur jákvæð í garð samkeppniseftirlitsins. Helsta umkvörtunarefni hjá okkar félagsmönnum ekki kannski að samkeppniseftirlitið fari offari, heldur að það standi sig sé ekki nógu duglegt að vinna úr kvörtunum og kærum smærri fyrirtækja sem að oft að glíma við stóra og öfluga keppinauta sem hafa verið lengi á fleti fyrir það, að málin taki allt á langan tíma og þá sé skaðinn skeður. Þannig að við erum oft í því hlutverki að fylgja eftir tilmælum og ábendingum samkeppniseftirlitsins gagnvart stjórnvöldum og þá fyrir hönd okkar félagsmanna og leitumst við að efla umræðu samkeppni innan félagsins, ekki síst okkur bent á að samkeppnishættir mættu vera betri í einhverjum geirum þar sem við störfum og höfum efnt til samtals á milli samkeppnisyfirvalda og félagsmanna. Þetta niðurstaða úr könnunum okkar sem við gerðum núna fyrir stuttu. Til fullyrðingarinnar aðgerðir samkeppniseftirlitsins hafa leitt til aukinnar samkeppni. Það eru 38% sem eru sammála því. Það aðeins stærri hópur, eiginlega jafn stór sem að segir hvorki né 39%, en svona heildina lítið eru fyrirtækin í FA jákvæð í garð samkeppniseftirlitsins og samkeppnislaga. Mig langar til að nefna bara nokkur dæmi frá síðasta ári, þessu starfsári sem við erum að gera upp á aðalfundinu núna eftir mál sem við höfum verið að garfast í og snerta samkeppnina, að búa til pláss fyrir áskorandur, fyrir fyrirtæki sem að vilja sækja á brattan eins og þau sem við heyrðum í núna áðan. Eitt til dæmis opinberu innkaupin. Það að ríkið bjóði út sín innkaup á vörum og þjónustu, það stuðlar ekki bara að sparnaði rekstrarins og opinbera, heldur ekki síður að því að fyrirtækin geti keppt á jafnréttisgrundvelli oft og tíðum stóra samninga á vegum ríkis og sveitarfélaga og það verður bara að segjast að þessi mál í alveg ofboðslega miklu ólagi hjá ríkinu og sveitarfélögum. Ýmsar breytingar sem við höfum barist fyrir lengi í löggjöfinni náðust fram núna á síðasta ári. Útboðsreglurnar til dæmis ná núna jafnt yfir ríki og sveitarfélög. Það búið að einfalda útboðsferlin. Dæmi það heimild til að skipta upp stórum samningum, það auðveldar minni fyrirtækjum að bjóða í. Og svo kom að okkar tillögu inn í lögin opinberu innkaup þessi sjálfstæða kæru heimild fyrirtækjasamtaka eins og okkar sem við ætlum að nota grimmt af því að einstök fyrirtæki oft hikandi við að kæra framkvæmd opinberra útboða og telja oft með réttu að það muni bitna á þeim í framhaldinu. Flugfarmiðaútboðið sem við stóðum í þessum slag dálítið með WOW sem okkar félagsmaður, það fór loksins fram á síðasta ári eftir margar ára hlé. Það var eiginlega stór einkennilegt að vera eiga við ríkisvaldið í þessum slag. Fjármálaráðuneytið sem á að vera að passa peningan okkar hélt því mjög markvisst fram að það ætti ekki að horfa öll farmiða innkaup ríkisins sem eina heild, heldur horfa hverja stofnun fyrir sig og þar alvegandi væri þetta ekki útboðskylt. Ríkið með öðrum orðum var alveg á harða hlaupum frá því að nota kaupendastyrk sinn til að ná hagkvæmari innkaupum. Skýringarnar, það bara einn sem mér dettur í, hún heitir vildarpunktar. En þetta er byrjað, það er byrjað að bjóða út, þetta eru lítil skref, það eru hnökrar á framkvæmdinni í byrjun sem við höfum gert athugasemdir við, en þarna hefur náðst dálítill árangur. Tollamálin eru líka samkeppnismál og við höfum nú
beitt okkur heilmikið í þeim. Með niðurfellingu tolla verður náttúrulega samkeppni á innanlandsmarkaði virkari, innlendir framleiðendur njóta þá ekki neinar verndar gagnvart erlendri samkeppni og það hefur náðst, eins og ráðherrann kom nú inn á hérna áðan, gríðarlegur árangur undanfarið 3 ár í niðurfellingu vörugjalda og tolla á öllum vörum öðrum en ýmsum matvörum. Tollasamningurinn við ESB mun efla samkeppnina á búvörumarkaðnum og loksins eins og það sé hlustað í stjórnarráðinu á röksemdir okkar samkeppniseftirlitsins og margra fleiri varðandi úthlutun tollkvótana, það eru breytingar þar í farvatninu. Við höfum sömuleiðis rótast heilmikið í einokunar stöðunni á mjólkurmarkaði, en Þórarinn var nú kurteis við keppinautin hérna áðan, en það er staðreynd að þarna er heil atvinnugrein undan þegin bara grundvallar leikreglunum, undan þegin samkeppnislögum, háttsemi sem er refsiverð í öllum öðrum geirum atvinnulífsins er bara leyfð í mjólkuriðnaðinum. Og það kann ekki góðri lukku að stýra hvorki fyrir þann bransan ég bara svona móralst almennt. Ég segi stundum þegar það er verið að sýna mig framan í sko hagræðingartölunar sem hafa náðst með sameiningum í mjólkurbransanum. Sko ef afnám krafta samkeppni virkar svona frábærlega fyrir neytendur í mjólkin, af hverju prófum það ekki bara í öðrum geirum líka og leggjum niður bara meiripartinn af fyrirtækjunum í landinu og höfum eitt í hverjum bransa. Það hlýtur þá að vera svona rökrétt næsta skref. Þannig að við höfum staðið með keppinautum MS, við höfum margoft lagt til afnám einokunarinnar og jafnvel að fyrirtækinu verði skipt upp, samkeppnisyfirvöld hafa heimild til þess. Það glittir loksins í árangur með nýjum stjórnarsáttmála, þar er svona hæfilega loðið orðalag samkeppni á mjólkurmarkaði og þetta er reyndar eina samkeppnismálið sem er beinlínis nefnt í stjórnarsáttmálanum, en guð láti gott að vita, við bíðum spennt eftir því hvað landbúnaðarráðherra gerir þarna. Myndin hann efst á glærunni er úr sem sagt ríkisrekinni verslun með nærföt sem er hérna suður í Leifsstöð. Ríkið er orðið einn umsvifamesti sælgætis snyrtivöru og nærfattasali landsins. Við erum bara að krefjast þess núna í 2 ár að það er lokað fyrir netverslun komubúðar Fríhafnarinnar. Hún bauður inni bara upp á það að fólk pantaði sér vörur án opinberra gjalda á netinu, sem er ekki hægt að gera í einkareknum netverslunum og léti svo sækja þær fyrir sig þegar að fólk sem að flýgur oftar með WOW og hinnum flugfélagunum á leiðum Leifsstöð. Eftir dálítið miklar bréfaskriftir og eftir rekstur við fyrrverandi fjármálaráðherra og núverandi forsætisráðherra þá tók hann mark á okkur og flutti frumvarp sem stoppaði þessa tilteknu starfsemi. Og það litum við á sem mikilvægt skref. Eftir stendur að umsvif Fríhafnarinnar eru ennþá langt út fyrir öll eðlileg mörk og þannig að sá slagur heldur áfram. Í FA eru mörg fyrirtæki í sjávarútvegi, sérstaklega sjálfstæðar fiskvinnslur. Árið 2012 skilaði samkeppniseftirlitið áliti til sjávarútvegsráðherra eftir kæru frá SFU sem er okkar samstarfsfélag. Lagði til 4 breytingar sem að getur lagað samkeppnisstöðu útgerða án fiskvinnslu og fiskvinnslu án útgerðar gagnvart stóru lóðrétt samþættu útgerðar og fiskvinnslufyrirtækjunum. Þarna stóðum við dálítið í fundum og bréfaskriftum við sjávarútvegsráðherra á síðasta kjörtímabili. Verðum að viðurkenna að árangurinn var bara 0. Þannig núna byrjum við aftur, nú er ný ríkisstjórn. Eitt af því sem að skiptir nú miklu máli í millilandafluginu er að úthlutun afgreiðslu tíma í Keflavík sé sanngjörn og þar eigi þeir sem koma nýir inn á markaðinn sama séns og þeir sem hafa verið lengi. Á því hefur verið mikill misbrestur og samkeppniseftirlitið skilaði áliti það til stjórnvalda 2015. Við höfum síðan fylgt í eftir með ítrekkuðum bréfaskriftum til innanríkisráðuneytisins. Þetta virkar bara þannig að við skrifum bréf og ef við fáum ekki svar þá skrifum við annað bréf mjög fljótlega og ef við fáum ekki svar sem okkur líkar þá skrifum við enn eitt bréf. Við fengum loksins svar við þessari málaleitun í sumar, það sem okkur var sagt að vinnunni við að skoða þetta mál lyki í haust. Ég er búin að bíða með að senda næsta bréf þannig að ég var alveg vissum að hausti væri búið ég til að það sé núna. Þannig að við ætlum að fylgja þessu máli eftir líka við nýjan ráðherra. Myndin á eftir þessari glæru er úr ríkisbúð. Hún tengist póstþjónustu ekki neitt en þetta er partur af úrvalinu í ríkisbúðinni. Ásamt leikföngum, gjafavöru, sælgæti og eins og fleiru. Íslandspóstur er
ríkisfyrirtæki með einkarétta bréfasendingum sem færir stöðugt út kvíarnar í skildum og óskildum samkeppnisrekstri. Það verslunarrekstur og það sendibílaþjónusta og það prentsmiðja og gagnageymsla og guð veit hvað. Flest bendir til að tap á þessum samkeppnisrekstri sem niðurgreitt með tekjum einkaréttarins. Þið sáu kannski í viðskiptablaðinu í morgun eða á einhverjum vefjónum þar sem við vorum að atast í þessu síðast. Bréfaskipti og fundir með ráðuneytinu og eftirlitsstofnunum, Póst- og fjarskiptastofnun svona eiginlega verri en engin í þessum málum. Samkeppniseftirlitið hefur fengið á annan tug kæra á Íslandspóst og hóf frumkvæðisathugun á samkeppnisháttum fyrirtækisins árið 2008. Núna þessi rannsókn sem sagt á 9. ári og það kemur engin niðurstaða. Það kannski partur af því vandamáli sem við sjáum við starfsemi samkeppniseftirlitsins, hlutirnir taka þar of langan tíma. Niðurstaðan svona sérstaklega eftir samskipti við ráðuneytið og Póst- og fjarskiptastofnun að kerfið sé í liði með ríkisfyrirtækinu en ekki atvinnurekendum og frjálsum markaði. Þá eitthvað að lögin hljóta að eiga að vernda einkaframtakið og eignarréttin fyrir yfirgangi ríkisvaldsins. Þetta slagur sem er bara rétt að byrja. Mér langar að nefna þetta eitt dæmi mál sem hefur nú oft og iðulega verið í umræðinni. Það skuldaleiðréttingin. Hún var náttúrulega menn deila hana endalaust, réttmæti hennar og svo framvegis. Þegar hún var hins vegar sett á laggirnar, þegar var ákveðið að færa skuldurum landsins þessar háu fjárhæðir, þá varð fólk að hafa rafræn skilríki til að geta nýtt sér leiðréttinguna. Öllum var smalað í viðskipti hjá einu fyrirtæki, auðkenni, það var ekkert útboð eða neitt slíkt. Það gerðist hratt. Fjarskiptafyrirtæki voru þvinguð til að skipta SIM-kort í símum viðskiptavina sinna til þess að þeir getu nýtt sér leiðréttinguna. Þetta ennþá þannig að ef maður ætlar að færa sig á milli símafyrirtækjanna þurfa að fara í bankan og láta virkja rafrænu skilríkinu upp á nýtt á SIM-kortinu sínu sem augljós samkeppnishindrun. Fólk með Apple stýrikerfi lenti í vandræðum með þessar lausnir á sínum tíma sem var önnur samkeppnishindrun. Með öðrum orðum þarna svona önuðu stjórnvöld út í einhverja stóra aðgerð og steingleymdu að hugsa samkeppnisvinklana. Og það leiðir mig kannski út í næsta umræðuefni, þar sem við höfum oft áhyggjur af því sem við teljum í rauninni mjög mikið áhugaleysi stjórnvalda samkeppni. Það bara, maður kemur ótrúlega oft að tómum kofunum þegar maður reynir að tala við bæði embættismenn og stjórnmálamenn það hvernig sé hægt að hafa löggjöfina á starfsumhverfi þannig að virk samkeppni sé tryggð. Þetta svokallaða samkeppnismat held ég gæti verið að minnsta kosti eitt svarið. OECD hefur unnið með sínum aðildarríkjum að því að leggja samkeppnismat á löggjöf bæði það sem fyrir og ekki síður lagafrumvörp sem í undirbúningi að þau bara stuðlar viðkomandi löggjöf að samkeppni eða heftir hún hana. Þannig að stjórnvöld og ekki síður stjórnsýslan neyðast í rauninni til að hugsa samkeppni og greiða fyrir henni. Samkeppniseftirlitið hefur að tala fyrir þessu, við höfum lýst yfir stuðningi við að taka upp slíkt mat hér á landi. Þetta eitthvað sem við lögðum til við stjórnmálaflokkana núna eftir kosningar að þeir tæki inn í stjórnarsáttmálann. Það rataði nú ekki þangað en við höldum þessu máli vakandi. Og orður til alls fyrst, við höfum fagnað samtali samkeppnismál sem samkeppniseftirlitið hefur staðið fyrir. Þið sjáum þarna mynd af alveg rífandi hressum fundi landbúnaðarmál sem við tókum þátt í hjá samkeppniseftirlitinu í fyrra. Við viljum mjög gjarnan, höfum markað hvort það stefnu að ná fram eflingu samkeppniseftirlitsins, skilvirkara kerfi til að fást við minni mál, þannig að samkeppnisrannsóknir verði ekki alltaf svona einhverjir ægilegir snjóboltar sem að vinda stöðugt upp á sig eftir því sem að fleiri kærur berast og skil ekki niðurstöðu fyrir en eftir mörg ár. Að það verði settir lögbundnir málsmeðferðarfrestir, að það verði hægt að eyða óvissu með bindandi álitum og svo framvegis. Við höfum líka mælt með því að eftirlitið hafi beittari úrræði gagnvart stjórnvöldum og við söknum þess, Ólafur Teitur, að það hafi verið boðaður fundur í samráðsvettvangi atvinnulífsins og iðnaðar- og viðskiptaráðherra eins og það hét á síðasta kjörtímabili samkeppnismál. Við erum mjög til í það samtal og hlökkum til þess. Takk fyrir. Takk fyrir Ólafur. Þetta var síðan